Halleluja. Hann magnaður drengur minn. Amen. Það blessun að ég hafa svona yndisleg börn. Þetta bara mitt mest afrek í lífinu að koma þessum 2 börnum. Þegar hann þessi tvíburangunnar, eins og þið kannski flest vitið. Og bæði trúaðu á Jesú og ganga þessa dýrmæta göngu. Mér langar til þess að tala í dag eitthvað sem hefur þvælst fyrir mér. Og hefur oft á tíðum haft áhrif á mína trúagöngu og reynda bara gönguna í gegnum lífið. Það aðstæður Golíats í líf okkar. Og við þekkjum frásögnin af Golíat. Golíat var náttúrulega risavaxinn einstaklingur, hann var tæpir 3 metrar á hæð. 3 metrar. Og við getum hort á þessar kringumstæður og lesið þessar aðstæður í ritningunum. Og við getum séð þetta svona í okkar lífi sem kringumstæður sem eru risavaxnar. Það getur verið ótti við, bara veikindi. Þú getur verið að gangi í gegnum veikindi eða eitthvað sem nákominn þér að gangi í gegnum einhverja erfiðleika, veikindi eða annað slíkt. Og þetta hverfur ekki frá huga þínum, þetta gleypir líf þitt. Þetta getur verið aðstæð sem að þú ert í, sem að minna á sig, bara leið og þú vaknar á morgnana. Hafið eitthvað tíma vaknað upp með bara kvíða tilfinningu í maganum. Ég hef gert það. Oftar en einu sinni og vinir, Guð hefur gefið okkur sigur yfir svona kringumstæðum. Og Golíat svolítið þannig að þetta eru kringumstæður sem að ræna frá okkur frið. Það halda fyrir okkur vöku og við sjáum ekki í rauninu út fyrir hendurnar á okkur. Þetta í rauninu byrgir okkur sín, þetta eru risavaxnar kringumstæður. Þetta getur verið það að þú segir bara næstu því að fara í gjaldþrot eða börnin þín eiga í einhverjum þvílíkum erfiðleikum. Bæði börnin mín hafa verið lífshættulega veik og ég get bara sagt ykkur það ekkert sem hefur hrist mig bara að kjarna mínum eins og horfa þau lífshættulega veik. Og vinir, það muna allir glíma við Golíat með einhverjum hætti í lífi sínu. Og vinir, oft á tíðum það börnin okkar eða eitthvað slíkt sem að bara, þetta heldur fyrir okkur vöku. Við skiljum ekki í þessu, þetta bankar á okkur og við sjáum hann ógnar tilveru okkar. Golíat nefnilega þannig að hann getur fært fram ótrúlegan ótta í líf okkar. Og það hrikalega vont að vera á valdi ótta. Ég hef verið það. En Guð hefur gefið okkur sigur yfir ótta. Hann hefur gefið okkur heilagan anda sem að kemur inn og hann getur komið inn og þar sem að stormsveipur í okkar líf og hann getur gefið frið sem aðri öllum kringumstæðum. Drottinn okkar og frelsari nefnilega alveg magnaður. Og við oft áttum okkur ekki á því hvers konar vald við höfum. Hann hefur gefið okkur þvílíka valdið, en vandinn með okkur, út af því að við erum bara mannleg, að við horfum oft á kringumstæðurnar svo mannlega. Við sjáum kringumstæður og við hugsum bara hvernig get ég leyst úr þessum kringumstæðum. Hvernig get ég gert hlutina betra, ég. En vinir, þetta snýst ekkit okkur. Í svona kringumstæður það eina leiðin það að ákalla nafn Drottins. Og vinir, við þurfum að fara að opna okkar andlegu augu í svona kringumstæðum. Má ég heyra amen. Halleluja. Og við þekkjum sögun af Golíat. Við þekkjum Davíð og Golíat og við vitum að lokum að þá var Golíat, hann var deyddur. Og þess vegna finnst mér í rauninni þægilegt þegar ég í svona kringumstæðum þar sem ég upplifi eins og himnarnir að hrynja yfir mig. Þá finnst mér gott að nefna kringumstæðuna Golíat því ég veit hvernig sagan endar. Ég veit að Guð hefur síðasta svarið. Má ég heyra amen. Þess vegna svo mikilvægt, vinir, í svona kringumstæðum að leyfa Guð að opna augu okkar og sjá hvað Guð að reyna að fæða fram í líf okkar í svona kringumstæðum. Mér langar til þess í dag í nokkrum orðum að fara yfir það hvernig Davíð sigraði Golíat.
Og já, við vitum það, hann týndi 5 steina, hann var með slöngu, hann slengdi slöngunni og hann sigraði Gólíat, hún var beint á milli augnan á Gólíat, hann féll fram fyrir sig, hann tók sverð Gólíats, hann hjó af honum hausinn. En þessi saga mun dýpri en þetta. Og mér langar í dag til þess að aðeins að taka laukinn af, aðeins að fletta ofan á þessari sögu, þannig að við getum tilengt okkur þessa frásögn í líf okkar til þess að lifa sigrandi lífi. Vinni, það á ekkert að hafa vald yfir okkur. Það á ekkert að lama okkur. Það á ekki, Hilmar var að tala um það áðan, við eigum ekki að vera hrædd. Vinir, okkar sælu von að fara eitthvað tímann heim til drottins. Þannig að við óttumst ekki eins og annað fólk. Við erum með svo ríkan frelsara sem þinn árnaða maður í öllum kringumstæðum. Og má ég heyra amen við því. Halleluja. Þegar við lesum í Biblíunni þá ber að veita athygli því sem nefnt tvisvar. Þegar það endurtekið. Þá verið að leggja áherslu á eitthvað og mér langar til þess að byrja að lesa í fyrir Samúelsbók 17 í versi númer 26 og þarna Davíð. Hann var búinn að sjá Gólíat, hann sjá hvernig Gólíat var að hafa áhrif á líð Guðs. Hann stóð á milli líðsins og framtíðarinnar. Fólk var ekki bara hrætt við Gólíat, það skeldist hann. Það var svona, það titraði, það skalf og það þorði enginn að fara í mót Gólíat því hann var risavaxinn. Og lesum hérna í fyrri Samúelsbók 17. kapla vers 26. Davíð spurði þá mennina sem stóði hjá honum. Hvernig verður þeim manni launað sem drepur þennan Filistea og rekur sliðru orðið af Ísrael? Hver þessi óumskorni Filistei sem dirfist að hæðast að hersveitum hins lifanda Guðs? Þarna kemur Davíð inn, fullur einhvern veginn af heilugum anda. Og hann talar að djörfung. Við ætlum að fara í 36, vers 36, því að það ákveðin endurtekning sem á sér stað. Og þarna Davíð að tala við konungin og hann segir þjóðin hefur bæði drepið ljón og birni og eins mun fara fyrir þessum óumskorna Filistea vegna þess að hann hæðist að hersveitum lifanda Guðs. Og þetta hálf afkárulegt að lesum. Hann talar tvisvar á stuttum tíma óumskorna Filistan. Vinir, það var sáttmáli sem að Guð gerði við þjóð sína. Það var umskurnar sáttmáli. Við þekkjum sáttmáli í dag sem einhvers konar samning, en samningur í eðli sínu þannig, fólk getur brotið hann og fólk oft brotlegt við samninga. Bara sem dæmi, þá fengum við, ég og Alli, þegar vorum að byggja heimilið okkar, við fengum verktaka. Við gerðum samning og þegar verkið var búið þá ætlaði hann að rukka okkur 7 milljónir meira heldur en verkið var. Og við þurftum að vísa í samningin og segja, herðu, nei, við skrifum undir annað. Og við höfum ekki farið yfir þetta og það endaði með því að samningurinn hélt. Pointið mitt þetta. Þegar Guð gerir sáttmála, þá gerir hann sáttmála við sjálfan sig. Í sáttmálinum loforð. Í sáttmálinum eitthvað sem að Guð segir við okkur, ef að þú framfylgir þessu, ef þú gerir þetta, þá verð ég með þér. Ég mun gefa þér sigur. Og Guð gerði oft á tíðum sáttmála við líðsinn. Og vinir, við eigum sáttmála hér í dag. Má ég heyra amen? Vinir, við eigum dýrmætan sáttmála í blóði Jesú. Og þessi sáttmáli, við vitum gamla sáttmálan, við vitum nýja sáttmálan. Gamla testamentið þýðir í rauninni gamli sáttmálin. Nýja testamentið nýji sáttmálin. Guð gaf líka Abraham sáttmála. Þegar Guð gerir sáttmála þá stendur hann við sitt. Við bregðumst en hann bregst ekki. Og þegar hann gerir sáttmála að þá stendur hann við það. Og Davíð var þarna bara 15-16 ára gamall eða eitthvað álíka. Hann var ungur maður.
En hann þekkti Guð. Hann þekkti sáttmála Guðs. Hann átti lifandi samfélag við frelsara sinn. Hann átti lifandi samfélag við Guð. Þannig að þegar kringumstæðnar komu, þá horfði hann ekki á kringumstæðnar með náttúrulegum augum. Hann horfði á það með andlegum augum. Og vinni, þar liggur hundurinn grafinn. Þegar við stöndum frammi fyrir aðstæðum, þá þurfum við að hætta að líta á inn og við. Og við þurfum að horfa upp á við. Og við þurfum að sjá að hjálp okkar kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fótinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Hann blundar ekki. Hann sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Og munum það að við erum grædd inn í fyrirheitið. Hann vörður þinn. Og við gleymum því stundum í þessum, þið vitið, þessu umhverfi sem við lifum í, það sem áreiti, það sem álag. Það mikið á fólk lagt. Að við förum að leita inn á við í staðinn fyrir að leita upp á við. Og vinir, þegar við förum að leita inn á við, þá snýst þetta mína getu. Mína getu til þess að komast í gegnum erfiða kringumstæður. En þér var ekki ætlað að fara í gegnum svona kringumstæður einn. Hann ætlar að bera þig í gegnum kringumstæðurnar. Hann ætlar að veita þér sigur út af því hann hefur lofað því. Það sáttmálinn sem hann gerði. Og vinir, þegar við gleymum sáttmálnum, þá förum við svo mikið að reyna í eigin mætti. Og þá koma eins og himnarnir og þeir fara yfir okkur og allt í einu var það hlutir sem eigi að vera erfiðir. En Guð vill gefa okkur nýja sýn hér í dag. Hann vill gefa okkur nýja gleði hér í dag. Hann vill gefa okkur nýtt líf hér í dag. Hann vill gefa þig kraft til að sigra Gólíat. Hann vill gefa þig kraft til að rísa upp í öllum kringumstæðum og hafa ekki áhyggjur á framtíðinni. Heldur standa frammi fyrir þessum ofurstóru kringumstæðum og segja, þú sigraður fyrir blóð lambsins. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Það það sem Guð vill gefa okkur. Halleluja. Óumskorni filisti. Því að Davíð horfði ekki á náttúrulega hluti, hann var að horfa á andlega hluti. Og það svo skrítið við okkur, vinir. Við vitum að við erum í nýjum sáttmála. Við vitum að Guð stór, við vitum að hann mikill. En við gerum okkur enga grein fyrir hversu magnaður sáttmálinn okkar Þú ert ekki einn. Þú þarft ekki að streða í eigin mætti. Hann með þér. Og hann hér til þess að styrkja þig, til þess að gefa þig það sem þarf, til þess að lifa mögnuðu, innihaldsríku, góðu lífi. Fullur af djörfung Guðs. Halleluja. Og hann mun koma því til leiðar. Má ég heyra amen. Ef þú sér bara það sem í hennu náttúrulega, þá sérðu einfaldlega ekki allt sem að sjá. Munið eftir aðstofamanninum sem að sá allt í einu Guð opnaði augans, var ekki aðstofamaður Elísa. Guð opnaði augans og hann sá 1000 hervagna út allt. Og megi Guð gera það verkum hér í dag að við opnum okkar andlegu augu fyrir því sem að Guð með í kringum okkur. Halleluja, verði svo. Og vinni, það svo mikilvægt þegar við erum að ganga þessa göngu að við horfum á hlutina með andlegum hætti. Ekki með okkur náttúrulegum augum, heldur andlegu augum. Og það stendur hérna í 2. Korinthubréfi 4:18, ég horfi ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega stundlegt en hið ósýnilega eilíft. Sáttmáli í rauninni guðleg vígsla. Það guðleg vígsla. Það segir okkur það að hann mun alltaf standa við sinn hluta samningsins. Hann hefur loforð gefið þér. Hann hefur ýmislegt sem að þú kannski hreinlega áttar þig ekki á til þess að lifa
innihaldsríku, sigrandi lífi. Hann hefur allt sem þú þarft. Og hann hefur leiðir til að koma fram vilja sínum. Allir sem hafa tekið við Jesú Kristi sem sínum persónulega frelsara eru í sáttmálanum. Allir sem hafa tekið við Jesú Kristi sem sínum persónulega frelsara eru í sáttmálanum. Má ég heyra amen? En vinir, ekki allir eru undir sáttmálanum. Leyfiði mér að útskýra. Ekki allir eru tilbúnir að leyfa Guð að endurnýja hugarfarið. Ekki allir leyfa Guði að nýta viðkomandi eins og hann vill. Við þurfum að bjóða honum þangað. Við þurfum að leyfa Guði að taka yfir líf okkar. Og vinir, til þess að skipta út kvíða hugsun, þá þýðir ekki bara nei, ég ætla ekki að hugsa það. Ég ætla ekki að hugsa það. Það virkar ekki. Eina leiðin til að skipta út kvíða hugsunum er að setja aðra hugsun. Það er að lesa orðið. Það er að koma inn öðrum hugsunagangi. Og vinir, Guð vill gefa okkur nýjan hugsunagang. Við þurfum ekki vera lömuð af ótta og kvíða. Hann vill gefa okkur nýja hugsun. Hann vill gera okkur þannig að við vitum hvað við berum. Að við vitum hver við erum. Að við stöndum ekki bara hér, heldur að við segjum öllum frá. Hann vill að við séum bara erindrekar sínir. Það er það sem hann vill. Og hann mun koma þér til leiðar. Halleluja. En sáttmálin er þannig, þú getur verið í sáttmálum og allir sem hafa tekið við Jesú Kristi sem sínu persónulega frelsara eru í sáttmálunum. En vinir, ekki allir hafa tekið höfðingjadóm Jesú og leyft honum að ríkja í lífi sínu alla daga, allar stundir. Og það er það sem að Guð þráir að gera. Hann vill ríkja í þínu lífi. Hann vill breyta hugsunðinni. Hann vill breyta því hvernig þú nálgast kringumstæður þínar. Hann vill sjá þig sigra í hlutum sem að þú hefðir ekki dreymt að geta sigrað. Það er að lifa undir sáttmálunum. Leyfið mér að útskýra. Við getum líkt sáttmálunum við reglíf. Við getum átt reglíf og við getum farið út í grenjandi rigningu, en ef þú opnar ekki reglífina, ef þú setur hann ekki yfir höfuðið á þér, þá mun hún ekki virka. Og vinir, Guð hefur svo sannarlega gefið okkur þessa reglíf, en spurningin er, ertu að opna hana? Ertu að fara undir hana? Og vinir, þegar við förum undir reglífin og leyfum honum að starfa í okkar lífi og taka yfir okkar líf, þá förum við út þegar það er grenjandi rigning og það er rigning á alla sem er í kringum okkur, en það hefur ekki áhrif á okkur. Finnst ykkur það ekki dásamlegt? Reglífin kemur í veg fyrir að rigningin lenda okkur. Þannig að það getur verið basl hérna úti, en við erum undir höfðingjadómi Drottins. Við ætlum að vera undir höfðingjadómi Drottins, alveg sama hvað. Ég ætla ekki að koma til dyrnar. Ég ætla að leyfa Guði að fara til dyrnar. Og hann mun opna. Gangi óvininum vel. Halleluja. Takk Jesús. Þetta er nefnilega gott. Halleluja. Þannig að munurinn er sá, þú getur verið í sáttmálunum. Og allir Ísraelsmenn á sínu tíma voru í sáttmálunum. En vinur, Davíð var undir höfðingjadóminum. Hann vissi hver hann var. Hann vissi hvað Guð hafði sagt. Hann vissi að hver sem væri óumskorinn, hann gæti ekki neitt, vinir. Því hann væri í sáttmálunum. Guð hafði lofað honum hlutum. Og hann vissi að loforð Guðs eru sönn. Og vinir, ég veit það líka. Ég hef svo oft fengið að upplifa að loforð Guðs eru sönn. Halleluja. Og Davíð, þegar hann sá birnina og ljónin, vitið hvað hann gerði? Hann hljóp í áttina til þeirra. Vinir, þegar þú ert með þessa djörfung sem að Guð vill gefa þér, að þú horfið við á kringumstæðunar og við förum að hlaupa í áttina til þeirra, út af því við vitum hver er
innra með okkur. Stærri sá sem í mér heldur en sá sem í heiminum. Halleluja. Eru þið sammála mér? Þannig að þú nálgast kringumstæðnar öðruvísi. Þú veist að allt hefur tilgang. Þú veist að þú þarft ekki að reiða þig á eigið hyggjuvit. Þú reiðir þig á Drottinn. Halleluja. Má ég heyra amen? Þetta góð predikun. Takk fyrir mig. Halleluja. Þannig að við þurfum að setja upp sáttmálinn okkar. Og reyndar tala ritningin það að Guð heldur hlutunum í leinum. Þú þarft að leita ákveðins til þess að fá ákveðið frá Drottni. Ég ætla bara að lesa það. Þetta í Biblíunni. Ég sá einhverju hafði áhyggjur. Í Jóhannesi 2:23, meðan hann var í Jerúsalem á páskaháttinu fóru margir að trúa hann því að þeir sáu tákn sem hann gerði. Og þetta Jesú, hann að gera tákn og það allt að gerast. En Jesú gaf þeim ekki trúna sinn því hann þekkti alla. Þetta mjög áhugavert. Þannig að Jesú sjálfur gerði greinamun. Þeir trúðu á hann, en hann gaf þeim ekki trúnan sinn því hann þekkti alla. Finnst ykkur þetta ekki athyglisvert? 25, hann þurfti þess ekki að neinn bæri öðrum manni vitni, hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Þannig að við erum öll hólpin sem að trúum á Jesú. Það lagalegur réttur okkar. Allir sem að taka móti Jesú Kristi eiga eilíft líf. En vinir, það svo margir ávinningar á að tilheyra Drottni Jesú. Og við þurfum að læra að lifa í andanum. Við þurfum að lifa í andanum. Þegar Góliat kringumstæður, þá þurfum við að tala við þær kringumstæður. Og ég held að þegar verið að tala fjallið, þá þetta oft kringumstæður sem að Jesús vill að við tölum til. Við þurfum að tala við kringumstæðurnar. Við þurfum að tala orð við kringumstæður okkar. Við þurfum að fara að nota andleg vopn í baráttunni. Við þurfum að standa keik þegar aðrir flýja. Því að við erum með rætur. Við erum tré sem að ber mikinn ávöxt. Þegar koma vindar þá höfum við ekki áhyggjur, við treystum Drottni. Þegar ég var að undirbúa þessa predikun, þá var mér hugsað til ömmu Jóhönnu, mamma mömmu. Yndisleg guðskona sem hafði aldeilis gengið í gegnum margt í sínu lífi. En ég held ég hafi aldrei kynnst konu sem var með jafn einlægt viðmót gagnvart Guði og amma mín. Og stundum þegar hún upplifði eins og það væri brekka, þá man ég svo eftir því hvernig hún fór oft bara að tala tungum. Hún fór að tala tungum og hún fór að hressa sig upp í Guði. Og hún stundum fór afsíðis og hún fór bara að biðja. Hún fór bara að ákalla nafn Drottins. Og vinir, þegar amma kom út úr herberginu, þá var hún breytt kona. Af hverju? Því að höfðingjadómur hennar var ekki hennar eigin. Hún var undir sáttmálanum. Hann var ekki bara eitthvað sem hún þekkti, hann var hluti af lífinar, vinir. Og ávextir lífinar voru stórkostlegir. Þeir voru stórkostlegir. Og ég bið að ég geti eignast nákvæmlega þetta sama og ég veit að mamma á þetta líka. En ég bara man þetta svo vel út af því hún misti mann frá 7 börnum. Vinir, að missa mann frá 7 börnum var ekkert grín. En vinir, jafnvel hún í þeim kringumstæðum, horfand á þann Góliat, stóð upp og gerði Guð að athvarfi sínu. Og vinir, hennar legacy stórkostleg út af hún gerði Guð að athvarfi sínu. Hún reitti sig ekki á eigið hyggjuvit, hún reitti sig á Drottinn. Má ég heyra með halleluja. Og það sem að Guð vill kenna okkur í svona kringumstæðum, það það að hann vill gefa okkur hlut af sér inn í kringumstæðunar.
áður en ég fer í þá hugsun, þá langar mér að fara í Mattheus 18:18. Sannlega segi yður, hvað það sem þér bindið á jörðu mun bundið á himni og hvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni. Vinir, þetta reikningastæður sem að við þurfum að tala út og við þurfum að fara að leysa hluti og við þurfum að fara að binda hluti alveg eins og Biblían kennir okkur. Í versi 19, en ég segi yður, ef tveir yða verða einhuga hér á jörð í bæn sinni mun faðir minn á himnum veita þeim allt það sem að þeir biðja um. Vinir, þegar þú breytir því hvað þú sérð, þá breytir þú hvernig þú bregst við því. Og vinir, þegar við fyrum að opna augu okkar fyrir því sem að Guð vill að við sjáum, þá horfum við öðruvísi á kringumstæðurnar okkar. Hann búinn að lofa okkur því að hann mun aldrei sleppa okkur hendinni né yfirgefa okkur. Hann með þér. Hann ætlar að hjálpa þér að sigra. Og annað í þessu, vinni, til þess að upplifa kraft Guðs, alveg eins og Davíð gerði. Hann upplifði kraftinn þegar hann hljóp á móti byrninu. Hann upplifði kraftinn þegar hann steg út og tók stöðu sína. Og vinni, hann gerði það sama með Góliat. Hann hljóp á móti Góliat. Hann sér Góliat og hann búinn að vera að níðast á fólki drottins. Og hann hafði ekkert erindi til þess að gera það, en það þorði enginn að treysta drottni í kringumstæðunum nema Davíð. Og hvað gerir hann? Ég ætla bara að lesa, svo ég ruglist ekki neitt. Hann segir, ég kem á móti þér í nafni drottins hersveitana. Og svo fer hann að snúa slöngunni og sleppir henni og hann deyðir Góliat. Og vinir, þegar við förum að eignast hluti í eðli drottins, þá förum við að nota orð hans og nafn hans með öðrum hætti. Það svo athyglisvert að sjá að í gegnum svona kringumstæður þá breyttist Davíð. Hann var allt í einu á braut til þess að verða konungur. Allt í einu opnaði Guð veg til þess að hann yrði næsti konungur. Hann fekk að giftast dóttir Sáls og svo framvegis og svo framvegis. En hann eignaðist þarna hlut í eðli Guðs. Og það sem að við þurfum að muna að þegar við erum í okkur ákveðnum kringumstæðum, eðli Guðs stórkostlegt. Og þegar við erum í kringumstæðum að þá eru mörg nöfn drottins hægt að nota. Davíð notaði stríðsnafn drottins. Hann sagði, þú kemur gegn mér með sverð og skjöld en ég kem á móti þér í nafni drottins hersveitana. Og vinir, þegar við notum nafn drottins hersveitana í kringumstæður okkar, þá eignumst við hlut af eðli drottins. Halleluja. Ég vil hlut af eðli drottins. Ég vil að nafn mitt breytist. Halleluja. Ég vil lifa sigrandi lífi. Munið með Abraham, þegar hann eignaðist hlut af eðli drottins, nafn hans breytist. Munið eftir Pál postula. Pétur, Sál. Hvað gerist þegar hann kynnist drottni? Nafn hans breytist. Vinir, Guð hefur nýtt nafn fyrir þig og það hluti af eðli hans. Og þegar þú ákallar nafn drottins í kringumstæðum sem þessum, þá eignastu hlut af eðli hans. Halleluja. Megum við eignast hlut í eðli hans. Nafn þýðir eðli. Og Guð vill breyta þínu nafni hér í dag. Hann vill gefa þér sigur yfir Góliat. Hann vill opna andlegu augun. Hann vill að þú berjist með andlegum vopnum. Því að vopnin sem við eigum ekki af mannahöndum gerð. Amen. Rísum á fætur.